Herðu, jæja, þá höldum við áfram með kafla 5 og það sem við erum að fara að vinna í núna og skoða nánar er það sem kallast gaslögmál. Ok, það þýðir eiginlega að við erum að vinna með gas, við erum ekki lengur með fast efni eða vökva, við erum með gas eins og vatnsgufu sem dæmi. Ok, og í þessu gaslögmáli að þá erum við að tala um kjörgas, það sem kallast kjörgas. Og kjörgas er ekki beinlínis raunverulegt gas en það er svona líkir, það er ákveðin einföldun eins og svo margt sem við gerum í eðlisfræði. Við erum ofta að einfalda raunveruleikann því að raunveruleikinn er stundum aðeins og flókinn, þannig að við gerum ákveðin einfaldanir og það er ákveðið lögmál sem lítur svona út. Skrifa það og síðan útskýra hvað allt þetta þýðir hérna í þessu. Fullt af alls konar bókstöfum. Þannig að byrjum á sérna. Hérna er P. Ok, þetta erum við búin að fara yfir. Þetta er pressure, þrýstingur. Ok, einingin á því, Pascal. Stórt P, lítið A. Ok, Vaff, volume. Þetta er rúmmál. Einingin á því, rúmmetrar. Síðan kemur þetta N hérna, sem við höfum aldrei séð áður, og þetta er fjöldi móla. Og þið kannastu mól úr efnafræðinni. Fjöldi móla, ok. Skrifum hérna sko að 1 mól, það jafngildir, sama sem 6,022 og eitthvað meira sinnum 10 í 23. Ok, sko mól er tiltölulega einfalt fyrirbæri. Þið kannast við tylft. Ok, við skrifum til þér. Ok, tylft er bara sama og 12 stykki. Tylftfjöldi eggja, það er bara 12 stykki og það er eina sem það þýðir. Ok, mól er alveg það sama. Mól er bara ákveðin fjöldi af einhverju. Þannig að mól og tylft eru bara eiginlega svipað, bara önnur tala. Ok, förum aftur í þessa fallegu jöfnu. R hérna, þetta er það sem kallast gasfastinn. Þetta er bara föst tala og þurfum ekkert að spá í henni nema að við viljum vita gildi á henni. Það er 8,314. Ok, T hérna erum við líka búin að vinna með. Þetta er hitastig og þetta er mikilvægt í hvaða einingu eru að vinna með og það er Kelvin, stóra K. Og kosturinn við Kelvin, sérstaklega í svona jöfnum, er að Kelvin er aldrei mínustala. Kelvin getur bara verið plústala. Ef að Kelvin er 0 gráður, þá er það sem kallast alkul og þá er engin hreyfing á efninu. Síðan eftir því sem hreyfing á efninu eykst, þá er hitinn að hækka og þá hækkar náttúrulega gildið á þessu Kelvin eða fjöldi Kelvingráða. Ok, þannig að þessi jafna lítur svona út og ef við skoðum eitt bara dæmi hérna, bara verkefni 10. Þá erum við sjálfsög að nota þessa hérna í jöfnu. Það er gefnar ákveðnar upplýsingar. Það er sagt að þrýstingur er 150.000. Þannig að já, í þessu gaslögmáli að þá erum við að vinna með eitthvað lokað ílát. Það er eitthvað lokað rúmmál. Þannig að við erum ekki aldrei að vinna með eitthvað í andrúmsloftinu, þetta er eitthvað lokað ílát og það hefur þá ákveðin rúmmál og inn í þessu íláti er eitthvað efni, þannig að það er ákveðin fjöldi móla og þetta efni er ákveðið hitastig og það er eitthvað ákveðin þrýstingur. Og þið getur hugsað eitthvað þrýsting í þessu efni er bara það að þú ert með lokað ílát og þú dælir fullt af efni inn í þetta gasi að þá þrýstast atómin meira saman og þá eykst þrýstingurinn. Þrýstingurinn er bara hversu mikið atómin er að þrýstast saman. En aftur þessu dæmi. Hitastigið
á þessu hérna -5 gráður Celsius. Ok, síðan er vitað að hæð ílátsins eru 20 cm, breiddin er 40 cm og lengdin er 1,2 metrar. Ok, og það er spurt fjöldamóla, það er n. Þannig að hérna er ég komið með allar þessu upplýsingar. Hérna er p-ið okkar, hérna er t-ið okkar og hérna er rúmmálið okkar. Nefnum að sem við þurfum að passa okkur hérna er að við megum ekki nota -5 af því þetta er í Celsius. Við verðum að breyta þessu yfir í Kelvin. Og það hafði ég gert fyrir kaflanum. Þetta er þá 273 gráður pluss gildið á Kelvin, þannig að þetta eru 268 er ég að reikna í huganum. Það er ekki alltaf hægt að treysta það þess að ég reikna í huganum, þannig að double checki þetta hvort sé rétt sem er. Hæðin, breidd og lengd, ég þarf að sjá hérna okkur, hérna eru sentimetrar, hérna eru sentimetrar, hérna eru metrar. Ég get ekki margfalda sentimetrar í metra, þannig að annarkvort þarf ég að breyta þessu í metra eða þessu í sentimetra. Og hvort gerum við? Við breytum þessu í metra, þannig að þetta er 0,2 metrar, þetta er 0,4 metrar. Þannig að núna getur ég reiknað rúmmálið og rúmmálið er bara hæð, sínum breidd, sínum lengd. Þá er ég með það. Þá get ég farið í þessu jöfnu, breytt henni, hún lítur svona út og ég vil einangra þetta n. Ég vil finna þetta n, þannig ég vil losna við þetta r út af t, þannig ég deili hérna með r t og ég deili með það því að setja sinnum. Vinni því, ég verð að gera það sama hérna. R og t dettur út hérna megin, þannig að ég fá jöfnu sem lítur svona út. R sinnum t. Og síðan er það bara hendin í fyrir p-ið, hendin fyrir vaffið. R er bara fasti og t er þá hitasti í Kelvin. Ok, þannig að þetta var verkefni 10, en síðan sem þetta að gera við þetta gaslögmál að það er hægt að gera ákveðna breytingar á gasi, til dæmis þú getur aukið þrýstingin eða þú getur aukið hitastigið eða aukið þrýstingin og sé þá hvernig hinir eiginleikarnir breytast. Og þetta eru til nokkur lögmál, þannig að það er til lögmál Boyles sem segir bara það ef að hitastig er óbreytt. Þannig ímyndið ykkur, þið eru með eitthvað ílát og þið breytið þrýstinginum eða breytið rúmmálinu en hitastig er óbreytt, en þá getur við útfært þessinni jöfnu. Skrifast jöfnuna sín útskýra. Þannig hérna eru komið eitthvað 0 og eitthvað 1. Þannig að þetta hérna 0, þetta þýðir þá fyrir breytinguna og 1 þýðir þá eftir breytinguna. Þannig að þetta er fyrir breytingu eða í byrjun. Muni ef við vorum oft að vinna með VAF 0 og S 0 eitthvað svona. Það var þá í byrjun og þetta er þá í lokin eða eftir breytingu. Ok. Herðu, og þið sjá þetta meikar sense. Segjum að við erum með einhvern ákveðin þrýsting og voljúm í byrjun, allt í lagi, og síðan aukum við rúmmálið. Segjum að við tökum þetta ílát og við tósum það einhvern veginn út, við stækkum ílátið. Það þýðir að atómin hafa núna miklu meira pláss og það þýðir þau ýtast minna saman og það þýðir að þrýstingur lækkar. Ef að þetta er einhver ákveðin föst stærð, ef að þessi tala hækkar, það er þessi rúmmálið, þá verður þessi tala lækka. Þannig að við erum hérna með ákveð jafnvægi. Síðan erum við með lögmál Charles og það segir að þrýstingur breytist ekki. Þrýstingur er óbreyttur og þá fáum við ákveðin tengsl milli rúmmáls og hitastig. Það er svona. Þannig að hérna var aftur rúmmál í upphafi, hitastig í upphafi og þetta verður að vera Kelvin, munið það.
og hérna þá rúmmáli í lokin þegar búið að gera eitthvað breytingu á auka rúmmáli eða þrýsta hlutnum saman og hérna síðan þá hitast í lokin. Síðan annað lögmál, Gay-Lussac, og það þá rúmmál óbreytt. Og þá lítur það svona út. Síðan eitt lögmál í viðbót. Þetta mjög gaman. Avogadros lögmálið. Það þá ef að hérna hitastig og þrýstingur óbreyttur. Nú það þýðir að það að fjölga efninu, það að segja að mólfjöldin að breytast. Mólfjöldi, þetta bara hversu mikið af efninu Þannig hérna sjáum við ef að þrýstingurinn að breytast, þá mólfjöldin að breytast líka. Síðan þið sérst að gera hérna verkefni 11, 12 og 13 og hérna þið að nota einmitt þessi hérna lögmál. Þannig þið þurfum bara úr dæmunum að sjá hvaða skilyrði á við hvert dæmi. Hitastig óbreytt, ef svo, þá ætlum ég að nota þetta hérna. Nú ef að þrýstingur óbreyttur, þá ætlum ég að nota hérna. Og passið ykkur að við erum að vinna með rúmmál, við erum að vinna með rúmmetra, við erum að vinna með Kelvin og við erum að vinna með Pascal. Þannig að passið ykkur á því, ekki fyrir að rugla því saman.